Já, góðan daginn. Í þessu vídeó ætlum við að skoða það sem á íslensku er kallað fylki, á ensku array. Í verkefnunum og í undanförnum kynningarmyndböndum þá höfum við komist að með að nota bara fáar breytur vegna þess að við höfum geta unni með verkefnin með fáum breytum. Við höfum bara verið að taka til dæmis inn eina og eina tölu eða eina og eina einkunn, en hvernig myndum við fara að því að vinna með til dæmis segjum bara 100 einkunnir, við erum að slá inn eða kasta til dæmis upp tening bara 10.000 sinnum eða eitthvað slíkt, og við vitum náttúrulega teningur hefur 6 hliðar. Við myndum kannski þurfa að skilgreina bara einn tening sem heldur utanum hverju hlið, en við komum að því í dæmi hérna rétt á eftir. Nú, til þess að leysa svona verkefni þar sem að við værum með kannski sama hlutin aftur og aftur, þá myndum við nota fylki eða array. Fylki þau eru með margar aðferðir til þess að meðhandla gögn. Nú í lestextanum ykkar í fyrirlestri sem er merktur hérna fylki 11. vika 45 fylki. Ef við opnum þetta skjal að þá sjáum við að við getum talað fylki sem einhvers konar gagnagrind, og við sjáum að hvert fylki sem að heldur utanum þá eitthvað nafn eða eitthvað hlut er samastendur af mörgum stökum eða index, og þá inn í einu breytuhólfi má segja að séu, eins og í þessu tilfelli hérna 10 þá hólf. Fyrsta hólfið er alltaf númer 0 og síðasta hólfið er þá lengdin -1. Það er að segja að þetta eru þá 10, lengdin á þessu eru 10 stök, en við notum aldrei 10, heldur lengdin sem er þá 10 -1, sem er 9. hólfið hérna. Við getum til dæmis skoðað eitthvað dæmi ef við ætlum til dæmis að ná í langbest að skoða þetta með dæmum, og ég fjalla svo hvernig þetta allt saman er virkjað, og þá þegar ég fer í gegnum dæmið það sjáum við eitt lítið dæmi. Við höfum búið til hérna okkar eintak af random klassanum. Þetta höfum við gert áður. Núna ætlum við sem sagt að fara að búa til fylki, og fylki er búið til með þessum kassa hérna fyrir aftan tegundarheitið. Þannig að til dæmis ef að ég vildi vera með strengjafylki, þá myndi ég gera það svona, og til dæmis nafn sama sem segjum að ég vissi nöfnin fyrirfram, þá gæti ég sem sagt eintakað og stilt þau svona. Segjum að ég væri með hérna 3 nöfn, eitthvað slíkt. Þá sem sagt er ég að búa til fylki eða mengi eða safn af einhverjum hlutum, og hérna hef ég sett inn í það Einar, Páll og Fanndís. Þannig að til þess til dæmis að ná í nafnið Einar, þá yrði ég að segja til dæmis console punktur write
sjáu þarna, nú kalla ég á strengin nafn. Allt í lagi, við höfum gert þetta áður. En núna vil ég fá sem sagt fyrsta nafnið. Þannig að þarna segi ég fyrsta nafnið í fylkinu er nafn 0, það er Einar. Skulum aðeins loka hérna, sjá þetta virka allt saman. Við ætlum síðan að keyra þetta hérna. Við skulum bara taka þetta í burtu og við skulum taka þetta í burtu. En hérna sjáum við sem sagt að ég bý til einhver streng eða mengi að nöfnum og ég vil svona byrta bara fyrsta nafni í fylkinu er. Og þá sjáum við að það kemur hérna, við tókum inn nöfnin, fyrsta nafni í fylkinu er Einar. Annar nafni væri þá nummer 1, þriðja nafni væri nummer 2 og svo kolli. Þannig ég þyrfti ekki að margtaka fram nafn. Ég þyrfti ekki að segja til dæmis sláði nafn 1, sláði nafn 2, sláði nafn 3 sem að vera með 20 manna bekk og þá værum við með 20 breytur. Nei, það er auðveldara að nota fylki. Og við ætlum að gera þetta aftur. Við ætlum að lesa inn núna inn í heiltölufylki 10 tölur. Setjum þetta hér og þetta hér. Þannig að hér ætla ég að lesa inn 10 tölur inn í fylkið og ég bý til fylkið svona. Ég segi tegundin og svo þessa hotklofa og nafnið eins og við höfum gert áður. En ef ég myndi sleppa þessu þá væri þetta bara fylki sem var að tegundinni int, heiltölu hólf. En núna er þetta sem sagt fylki af tegundinni heiltala eða int. Og við þurfum að setja hérna new ef við vitum ekki sem sagt hver þau eru sem að eiga að fara hann inn. Ég hefði alveg geta gert þetta svona og sagt síðan fylki er saman sem new int 10. Þetta má, þetta er í 2 skrefum. Skilgreina fyrst fylkið, hvað ég ætla að nota. Ég hef ekki hugmynd hvað það er stórt, en hérna segi ég hversu stórt það er með því að setja töluna þá inn í hotklóan á eftir int. En þetta má sem þetta gera allt í einni línu með því þá að segja sama sem new, komum stóri stafur óvart hérna, new int, það verður að vera sama tegundin int og kalla svo kassan eða hotklóan og setja inn til dæmis 20, þá væri þetta 20 tölur. Það væri þá frá 0 og upp í 19 tölunar. Við viljum hafa það 10 og þá bara hendum við þessu út í staðinn. Þannig ég er að búa til fylki sem hefur 10 tölur. Ég ætla síðan að keyra í gegnum fylkið, lengdin á fylkinu og setja inn í hvert sæti, inn í hvert hólf sem þið sáu hérna í þessu skjali hér, inn í sem þetta hvert hólf ætla ég að setja eina tölu. Þannig að núna er til dæmis fylki 0 fær einhverja tölu, fylki 1 fær einhverja tölu og svo kolli. Og það raðast þá frá, eins og við kunnum núna að kalla á next í random klassanum, 0 og upp í þá 20. Við fáum ekki töluna 21 hérna, við fáum töluna 20. Við byrjum á 0 og förum upp í 20. Nú, það er búið að taka síðan inn tölunar. Þetta væri sama að segja sem sagt fylki 0 sama sem fylki 1 sama sem og alveg upp í 20. En við þurfum þess ekki. Við þurfum ekki að eyða svona miklu plássi í að búa til 20 breytur. Við segjum einfallega, við erum með fylki, við erum með svona gagnasafn og hvert einasta stak, því það byrjar á 0 og fer upp í lengdina, minna en lengdin, þannig að það fer bara upp í 9, 0 og upp í 9, þetta þýðir það hérna. Og hvert í umferðinni fær sitt númer. Nú, svo skrifast númerin út. Það er sama forlúpan notu til að skrifa út bara með console write line. Og hvað skrifar hún út? Jú, hverja tölu sem fylki af í fekk.
þannig að 0 kemur hérna fyrst, eða sem sæti 0 fær ykkur tölu, sæti 1 fær ykkur tölu og svo koll á kolli. Þannig að við skulum prófa að keyra þetta út og við sáum náttúrulega aldrei hvaða tölu fóru hérna inn, en við sjáum síðan í útprentunni að það voru tölurnar 11, 0, 3, 14, 9, 11, 14, 12, 14, 20. Þetta eru tölurnar sem random eða slempi valdar inn í þetta fylki. Við skulum taka annað dæmi hérna, hvernig við myndum þá nota svona fylki. Þið munið eftir þið til dæmis slóuð inn hérna sjá við skoðum bara ekki eyða þessu, þannig að ég ætla að fara setja þetta bara inn í sem þetta fela þetta sem þetta allt saman sko sjá þegar þetta svona og förum þá hér og setjum þetta svona og náum í nýjan kóða og skoða þetta. Hérna er eitthvað nýtt sem við fáum sem sagt við ætlum að búa til fylki sem heldur þetta 6 tölur og við byrjum notandann að slá inn þessar 6 tölur og þið sjáið að ég get slegið inn ykkur tölu ít og enter og þá sjáum við hvernig hver tala með hólfið sitt sem þetta hólf 0 er allt öðru seldur en hólf 3, þannig að hérna fáum við breytuna, tölur inn. Við gæti þess að setja þetta bara upp í hérna í rauninni upp í hvaða tölur sem getur verið með 16 tölur og þá þurftum við náttúrulega að hækka þetta upp hér alveg upp í 16 en já betra það seinna. Þannig hérna ætlum við að taka inn 6 tölur, við tökum á móti þeim, við ætlum að finna summuna, heildarsummuna af tölunum og þá sjáum við sem við komum svolítið sniðugt að við getum kalla bara á sum fyrir fylkið. Þannig ef við erum búin hérna, við skulum skoða þetta hérna inn. Nú ætla ég að því ég er búin að skilgreina tölur inn sem fylki og þá kalla ég hérna á tölur inn með stóri hérna punktur. Þá sjá að kemur fullt af hlutum, eitt af því til dæmis er average, getur fengið meðaltal. Ég get fundið hérna max og mín. Ég get fundið lengd, ég get fundið láta hennar telja, ég get láta hennar raða, ég get láta hennar skrifa öfur röð, tölunar. Þannig að það er ýmislegt sem við getum gert. Og eitt af því er til dæmis hérna summan. Við getum fundið hérna average og við getum fundið hérna hæsta gildi, lægsta gildi, við getum fundið munin, allt er þetta hægt. Við getum talið hvað mörg stök eru í fylkinu, við getum sorteraða fylkið, þannig að tölurnar sem voru slegnar inn eða þær eru síðan sorterar og svo eru þær keyrðar út og þá sjáum hvernig það er gert. Það er sett smá bil á milli. Við ætlum að setja það síðan í öfugaröð, þannig að við keyrum þetta setjum tölurnar inn í öfugaröð. Við skulum bara prófa þetta. Þið hafið náttúrulega allan hérna góðan hérna núna fyrir framan ykkur og við getum prófað ýmislegt. Það er eitt sem við tökum eftir kannski, að þegar við ætlum að nota sérstaklega til dæmis eins og sort og reverse, þá getum við ekki notað eins og við notum hér tölur in max. Við þurfum að kalla á klasan array og klasin array, hann er hérna til, hann hefur fullt af aðferðum, alveg eins og console hefur writeline og eina af þessum aðferðum er til dæmis sort og þá segjum við hvað ætlar að sortera, af því að sort er aðferð, þá opnum við og lókum við svega, en hvað ætlum við að sortera? Jú, við ætlum að sortera náttúrulega fylkið sem við erum að vinna með og þá myndum við setja nafni á fylkinu þann inn. Þannig að við skulum bara keyra þetta,
sjáum hvað gerist. Við erum beðin að slá inn núna 6 tölur og ítum á enter alltaf í hver skipti. Við ætlum að slá þær í handói 5, 8, 23, 90, 34, 1. Þannig fengum við sem 6 tölur og meðaltali kemur út eins og textin var hérna, prentar út sem sagt fyrst summuna, heildarsumma talnana. Skoðum það hérna. Það hérna aðeins og var datt út hérna, heildarsumman 161, mjög þægilegt. Meðaltalið, fáum það út, það þá náttúrulega bara summan deilt með fjöldan af tölunum. Þannig að þetta innbyggt inn í sem sagt average. Og takk eftir hvernig við fáum út 2 aukastafi. Við setjum fyrir aftan vinnsluna á average to string og setjum síðan F2 þar inni. Ég hefði þetta geta sagt hérna eins og ég hef sýnt ykkur áður, svona loka þessu augnablik. Ég hefði þetta geta sagt hérna 0.milla. Þetta þýðir 2 aukastafir. Ég hefði líka getað sett millu hér, þýðir 2 aukastafir. En svo til bara F2 sem sagt 2 aukastafir í þessu. Kerum datur, fáum út núna sláum tölur 2, 67, 5, 90, 23 og svo 1 sem það bara, þetta var nú ekki alveg kannski það sama. Þarna tölunar 188, meðaltalið 31, hæsta gildi var 90 og lasta gildi 1. Mismunur á þessu hæsta lasta 89, það sjáum við hérna, max og mín. Hvað marga tölur? 6 tölur. Og nú ég láta arrayið setja fylkið mitt í rétta röð. Það raðar því hérna og setjum það hérna inn. Það raðar því hér og síðan kemur þá, nú ég láta arrayið setja fylkið í öfura röð. Skulum sjá. Já, hérna kemur sem sagt hérna í réttri röð og svo hérna í öfru röð. Það komið. Það flott. Nú við getum já, það taka það upp bara á næsta vídeo. Þetta held ég að sé komið núna. Takk fyrir.